eitt mál sem að til dæmis sem að mér finnst rosalega furðulegt mál hérna þegar að Bitcoin-vélunum var rænt hérna hvernig var 2017-18 eitthvað þannig að hérna hvernig lögreglan haga sér í því máli og af því að þú ert með hérna það er lögreglan Suðurnesjum sem að sér það mál og rannsakaðurinn þar, Eiríkur, að hann í raun afhendir einkafyrirtæki sem er staðsett með höfuðstöðvar í Ísrael, ísraelsku leyniþjónustufyrirtæki. Hann afhendir því fyrirtæki öll rannsóknargögn málsins og svo gerir hann það að hann, þessi Sindri sem var í því máli, hann er handtekinn og þeir gera upptæka hérna 2 iPhone síma hjá honum og þeir senda þessa 2 síma því að þeim gengur ekkert vel að opna þetta, þannig að þeir senda þetta til þessa fyrirtæki sem heitir Seljubræt og biðja þá að opna þetta og þeim tekst að opna þessi gögn. Þetta ísraelska fyrirtæki. Já. Og þannig að lögreglan sendi símana til skrifstofu þessa fyrirtækis í Þýskalandi og það er svona incident response team sem að tekur á móti símanum og opna þá með þessum búnaði og í þessum símum hjá þessum sakborningi að geyma samskiptagögn, það að geyma staðsetningargögn, ljósmyndir og meira sem að verður til þess að lögreglan finnur sakborninga á Spáni og í fleiri löndum og fyrir aðgerð út frá því og með þess að þessi Eiríkur segir sjálfur í samskiptum við þetta leyniþjónustufyrirtæki að þeir hefðu aldrei getað leyst þetta án þeirra aðstoðar. En hvernig veistu að Eiríkur hafi sendt þeim öll rannsóknargögn í þessu máli? Ég er með skýrsluna sko. Ég er með skýrsluna sem að Seljubræt ritaði málið og notar sem hérna kynningu á sinni þjónustu út allan heim sko. Þetta hefur ekki verið í íslenskum fjölmiðlum eða ég hef ekki manni getur að sé neitt þetta. Það er að segja þetta samstarf lögreglunar og Nei, sko. Það er hérna komið með því að Seljubræt fyrirtæki sem er með samninga við eflaust, þeir eru með samninga við FBI til dæmis, þeir eru með samninga við leyniþjónustu yfirvöld út allan heim og þeir eru með mjög góða samninga til dæmis við ríkisstjórnir og þjóðir sem eru ekkert mjög hlynntar mannréttindum og slíku og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu gengur í samninga við hérna þetta fyrirtæki í raun eftir að þeir fá sinn hluta af sem kallað hérna Silk Road peningurinn einhverja 100 milljóna út af þeirra samstarfi við alríkislögreglunum að uppræta það en við erum að tala búnað sem að kostar lögregluna örugglega 20-30 milljónir í leyfisgjöld á hverju ári. En Seljubræt er í raun Ísraels njósnafyrirtæki, einkafyrirtæki. Já, þetta er einkafyrirtæki og það er með höfuðstöðvar í Ísrael og einn þeirra stærsti kunni er Black Cube til dæmis sem var uppvíst að njósnum fjölskylduna Sjón Gunnarsson. En meðal umræðina sem við erum að heyra núna undanfarið þá ætti það að þykja að það er ekki bara svona óeðlilegt að íslensk lögregluyfirvöld séu í samstarfi við einkafyrirtæki á sviði njósna bara svipað eins og það var verið að afhjúpa að einkafyrirtæki PPP hefði verið að njósna á Íslandi eða Kroll í því samhengi. Þetta er bara svona sambarlegt fyrirtæki en það var miklu stærra eða hvað sem að lögreglan er að vinna með þá. Já, algjörlega og það er fáránlegt. Ég skil það að lögreglan til dæmis kaupi hugbúnað eða vélbúnað frá fyrirtækjum út allan heim en að þeir séu með svona gagnvirka samninga þar sem að bara rannsóknargögn heilu málana eru send til greiningar til þeirra er bara fáránlegt og þú sérð til dæmis með íslenska erfðagreiningu það hefur alltaf verið talað það af hverju greinir íslenska erfðagreining ekki blóðsýni fyrir lögregluna eða DNA eða þess aftar og ástæðan alltaf sagði svo að íslenska lögreglan getur ekki sami við einkafyrirtæki þessi mál. Já, þrátt fyrir að íslenska erfðagreining er fremst á sínu sviði þegar kemur að DNA-rannsóknum til dæmis. En það þarf alltaf að senda þetta til hérna
Noregs eða Svíþjóðar eða þess áttar en einhver svona lögregluembætta þar eða já, en þegar kemur að gögnum úr sakamálum sem að varða persónusjónar með sakborninga til dæmis, ljósmyndir eða eitthvað, þá voru sendt til njósnafyrirtækis í Ísrael sem að fer yfir gögnin. En hvað er mitt svona varandi svona njósnir almennt hérna á Íslandi? Af því að þjóðin virtist svolítið sjokkeruð, hneyksluð að fyrirtæki eins og PPP hefði tíð hríð verið að starfa sem slíkt sem njósnafyrirtæki og voru þarna að fylgjast með aðilum sem að tengdust málsótt gegn Björgólfi Thor Björgólfssyni. Svo benti Jón Óttar að það nú á sama tíma svipað leyti þá voru fyrir slitastjórnir að starfa hér alþjóðlega njósnafyrirtæki eins og Kroll. Hvað veist þú ég meina eru svona njósnafyrirtæki oft að starfa á Íslandi heldur eða hvernig það? Mér finnst nú bara skrítið að Kroll sé ekki komið skrifstofur á Íslandi sko. Já. En til dæmis á þessum árum eftir hrunið að Kroll vann yfir 200 skýrslur 200 Íslendinga sko. Og sá sem að fyrirskipaði PPP-njósnina hann var fórnarlamb þessara njósna sjálfur frá Kroll sko. Já. Og það var Kroll gerði skýrslu Björgólf Thor já. sem svona samantækta skýrsla bara allt mögulegt í hans lífi. Já, þeir meðal annars fóru til Rússlands til að kanna hans bakgrunn þar og þess að þessi skýrsla var fyrirskipuð af lyfjafyrirtæki sko. Og þannig að sko ef við tökum bara þann stutta tíma sem ég verið á þessari plánetu 30 ára að síðan 2010 til dæmis að ég held bara að Íslendingar séu ennþá þetta ekki tilbúnir fyrir þá staðreind að hér séu stundar massívar njósnir